Þannig að núna getum við bara farið beinustu leið í það sem umræðuefni hérna, sem á rammaáætlun sér framtíð, eigum það, þá spurningin hvort það þarf eitthvað að taka til og laga hana. Og ég að hugsa að byrja hjá þér, Guðbjörg, af því þú ert næst. Þetta stór spurning. En sko, Björt var svo sem byrjuð, ég get líka byrjað hinum megin. Já, endilega byrjað. Og ég byrja hinum megin. Af því þú varpaðir fram þessu, af því þú ert eina manneskjan sem kemur fram tvisvar hérna á deginum. En þetta mikið forskot og svo ferðu að byrja aftur núna. Já, mér finnst nú ekki leiðilegt að tala. Þú gerir minna af því í svona pallborðum í dag en áður, sko. Já, Nei. en lifir rammaáætlun? Sko, það náttúrulega bara spurning hvað pólitíkin vill og á endanum líka auðvitað, sko, almenningur. Og þegar maður svona fer að finna að það orðið eitthvað rót og jafnvel neikvæðari, mér þætti til dæmis bara mjög áhugavert að fá einhverja könnun á því, veist, bara hvort að almenningur auðvitað almenningur svona ekki voðalega vel inn í hvað rammaáætlun þýðir, en þó einhverjir, og ef það væri bara spurt heilt yfir út af því að bara hvað, á þetta að vera svona eða ættum við að taka upp eitthvað annað og heyra hvað þeim finnst. Það fer svo inn í pólitíkina, ef að pólitíkin finnur að engin áhugi fyrir rammaáætlun eða þessum svona einhverju strúktúr í kringum það hvernig á að vernda og hvernig á að nýta eða vera í orkuöflun, að þá það fljótt að berast þangað inn og svona allir bara farnir að yppla öxlum og það bara svona mín tilfinning að það sé orðið dálítið svoleiðis andrúmsloft núna. Og kannski það rangt. En eins og ég sagði áðan að þá finnst mér, við fórum í þetta verkefni, 3 ólíkir einstaklingar og ég var ekki viss hvort að við erum eitthvað endilega sammála, sko. En komist að sameiginlegri niðurstöðu sem alltaf gott í svona starfsamböndum. En þurftum auðvitað, við vorum ekkert, þetta ekki skrifað bara eftir mig og eftir minni hentisemi, en ég tel að hún eigi, eins og kemur þar í ljós, að halda áfram og ef einhver finnur upp á einhverju betra, og þá þarf að gera það og láta það svo feita inn í núverandi sérfræðivinnu sem búið að lýsa svo ofboðslega vel fyrir okkur núna. Já. Og ég tel rosalega mikilvægt, bara til að enda mitt hér í þessu, að þetta sé gert heildstætt yfir landið. Út af því að þannig verið að bera saman sömu aðferðafræði allstaðar. Þá ég bara að færa mig hingað, Ólafur, ekki bara allt í lagi með þessa rammaáætlun? Þannig búið að vinna mikla vinnu. Jú, þetta bara fína lagi, sko, með held ég rammaáætlun og búið að lýsa aðferðafræðinni og ég held að þetta sé bara að vera mjög heppin að hafa rammaáætlun og að fengi þessa vinnu. Helsti banding kannski hefur verið sá að þegar farið af stað að þá bara skortir svo mikið af grunngögnum. Þannig að það sama sagan og svo oft áður að það skortir grunnupplýsingar náttúrufar Íslands og þetta bara svið sem hefur verið vanrækt og ennþá vanrækt. En mér langar aðeins að segja varðandi spurninguna sem Björt fékk, hvort hún á framtíð fyrir sér, að sko þetta eina lýðræðislega viðbragðið við djúpstæðum, flóknum ágreiningi sem varðar ekki bara núverandi kynslóðir heldur líka komandi kynslóðir. Þannig að þetta ef við ætlum að henda rammaáætlun, þá erum við raunin að hætta að fjalla þessi mál á lýðræðislegan hátt. Það bara, ég myndi bara segja, það svo einfalt. Ok, en nú sjáum við samt sem áður, eins og Björt nefndi hér í upphafi, að þótt að rammaáætlun sé við lýði, þá samt farið að setja sérlögum virkjanir, þannig að eitthvað ekki í lagi, þótt að rammaáætlun sé fín. Og Snæbjörn, væri hægt að gera þetta öðruvísi, hægt að laga þetta, vegna þess að við erum á þeim stað að rammaáætlun, hún hefur ekki alveg virkað, stundum við geta samþykkja hana, stundum við farið fram hjá henni og það hlýtur að þurfa einhverja að breyta. Snæbjörn. Sko, þetta nefnilega, já, nú höfum við hlustað hérna á allir erindi og kemur í ljósa að okkur eins og Ólafur segir, sko, sárvantar
þessar mikilvægu upplýsingar og þessar mikilvægu rannsóknir sem eru hérna hverja krónu og bara svit og tár bak við þær. En sko rammaáætlun hún fyrst sett fram sem einhvers konar málamiðlunarhugmynd. En hún ekki, ég held að hún rauninni aldrei verið hugsuð þannig. Ég held að hún hafi alltaf verið hugsuð í upphafi hvað eigum að virkja næst. Hún ekki hugsuð hvað eigum að vernda, hvað eigum að virkja, heldur bara hvað fáum við næst af orku þorstanum sem ríkti hérna á 10. áratug síðustu aldar. Hún þetta runnin upp úr skýrslum eins og frá 94 frá iðnaðarráðuneytinu og hugsa þetta sem lýðræðislegan. Ég alveg sammála því að þetta hljómar þessi lýðræðislegt einhvers konar millistig og svona málamiðlun sem að enginn kannski sammála eða enginn sáttu við. En ég held að þetta sé í rauninni, því svo þetta fyrir þetta meðferð Alþingis sem að bara dílar og skvílar eins og þú vill. Og það eru önnur lög sem að gilda í landinu. Rammaáætlun hefur einhvern veginn ekki náð bara áttum gagnvart til dæmis vatnatilskipun Evrópusambandsins, náttúruverndarlögum og öðrum lögum og rammaáætlun það var alltaf í upphafi frá 2011 þegar rammaáætlunarlögin voru sett að hún ætti að taka til dæmis mið af vatnatilskipun Evrópusambandsins sem hún hefur aldrei gert. Það stendur bara beinlínis í lögum rammaáætlun og nú erum við komið með algjörlega nýja stöð þegar fyrsta virkjunarleyfið var ógilt vegna laga stjórn vatnamála 2023. Og ég held að það sé, við erum að horfast í augu við það að rammaáætlun fyrir og eftir 2023, það bara sitt hvor hlutur. Við getum ekki hugsað þegar við erum að fjalla svæði eins og Héraðsvötn, Kelduveitu, bara Hvammsvirkjun og Hvalárvirkjun sem eru báðar í nýtingarflokki. Myndu þær standast fá undanþágur frá lögum stjórn vatnamála og ég held að það sé rauninni útilokað. En það mat fór aldrei fram þótt að rammaáætlun og verkefnisstjórn bara gera það samkvæmt lögum og það ekkert að vísa því bara inn í framtíðina. Rammaáætlun þarf að gera þetta strax í upphafi. Það var ekki gert. Því að nú sitjum við, eins og ég segi, sitjum við upp með allan 2 virkjunarframkvæmdir, Hvammsvirkjun og Hvalárvirkjun, sem nú búin að vera einhver svona sofandi risi sem að bylta sér núna. Og ef að við hefum horft strax til laga stjórn vatnamála og vatnatilskipunar, þá væri þessar hugmyndir líklegast bara ekkert á borðinu. Okay. Þannig að rammaáætlun, hvort að hún eigi sér framtíð, það bara viljum við hafa eitthvað sérsmíðað, einhvern lungkynna utan eitthvað, eða viljum við bara horfa til þeirra laga sem ríkir landinu, sem eru vatnatilskipunin, sem bindandi á öllum stigum máls. Og náttúruverndarlaga viljum við horfa eins og Þorleifs talaði hérna víðerni. Ætlum við virkilega að hugsa víðernin út frá náttúruverndarlögum eða á þetta vera bara einhvers staðar í lofti og fara svo inn til Alþingis og þar þetta díla og skvíla það. Ég hef nú aldrei haldið að rammaáætlun hefði átt að vera ofar lögum, þótt að það sé verið að vinna hana eins og gert. Og ég held líka að þegar að fólk vantreystir rammaáætlun núna og þá horfir það mest á stjórnmálamennina og hvernig þeir eru að fara með hana og færa til án sérstakra raka og það náttúrulega grefur mikið undan trausti en líka kannski þessi vinna sem var ekki unnin í upphafi en unnin núna. Guðbjörg, þú veist mikið það var nú verið að gagnrýna samfélagsþáttur og allt það hefði ekki verið inni framan af en verið að laga þetta tæki og hver vonin fyrir það? Já, ég held að ég sammála Ólafur Páli að ef við hefum ekki rammaáætlun þá bara erum við á hættu á því að þetta séum ekki með lýðræðislegt ferli fyrir þetta. En ég held að það sé mikilvægt sem hefur náttúrulega alltaf verið raunin eins og ég sé þetta að rammaáætlun hefur haldið áfram að þróast og þróa aðferðafræði sína og gera hana betri og kalla eftir meiri rannsóknum og það er náttúrulega einn risastóri þátturinn sem réttilega bent á minni á í skýrslunni ykkar að það þarf svo mikið átak í að gera grunnrannsókn.
bara, það svona, grunnskortur sem að háir held ég allri vinnu, en ég meina fagubarnir hinga til hafa lagt mikið af mörkum til að byggja upp sterkari þekkingagrunn og þróa aðferðafræði sína með tilliti til þess, en alltaf á grunninum sem hefur verið lagður. Ég held að það sé mjög mikilvægt að þróunin eigi sér stað bara jafnt og þétt eftir því sem við getum bætt við nýrri þekkingu, en byggjum á grunninum sem hefur verið lagður. Og núna til dæmis síðan að ég kom inn í faghópinn ásamt Eddu Vogi, þá hefur við verið að vinna að því að svona gera sterkari þekkingagrunn undir mat á landslagi sem að tengist einmitt þessu tengslagildi sem að náttúran hefur og því hvað það sem að skiptir okkur mannfólki í rauninni máli varðandi umhverfið. Það að við eigum í djúpum tengslum við staði og landslagsgæði eru mjög mikilvæg á þessu landi sem að kannski ekki eins ríkt og mörg önnur lönd af alls konar öðrum gæðum eins og líffræðilegum fjölbreytileika þó að hann sé vissulega ríkur hér. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að við tökum svona þéttara utanum þessi gildi sem eru undir í faghópi 3 og eru líka undir í okkar faghópi í sambandi við landslag, víðerni, menningarminjar sem eru þessi svæði þar sem við erum að díla við tengsl manns og náttúru. Og það eitthvað sem ég held að skipti mjög miklu máli. Ég held líka að skipti máli það sem að mér hefur fundist svona, sem að hefur verið mjög hugleiki bara síðan ég var í meistaranámi í umhverfisheimspeki í Bretlandi. Það að við reynum að færa okkur frá eða svona að bæta við þessa nálgun sem að rammaáætlun sannarlega einkennist af og í rauninni bara allir náttúruverndar svona ferlar við að það þessi vísindalega nálgun sem að skipti sannarlega máli en hún byggir á því að taka í sundur einingar og telja og mæla einingarnar og sem mjög mikilvægt en það sem að mér finnst mikilvægt að við reynum að huga að í framtíðinni þetta heildstæða mat. Hvernig getum við náð betur utanum hvernig öll þessi litlu viðmið sem eru víða á milli faghópanna, hvernig eru þau í okkar skynjun og upplifun og hvaða máli skipta þau sem heild. Og það eitthvað sem ég held að við þurfum einhvern veginn að leggja á okkur svolítið vinnu í að hvernig getum við einhvern veginn tekið betur utanum það og kannski best að gera það einmitt með því að tengja rammaáætlun betur við önnur ferli, önnur skipulagsferli, og umgjörðir. Ef maður aðeins grípa inn í og taka undir með Snæbjörni. Það er alveg rétt að friðunarparturinn, hann átti að vera jafn settur og orkunýtingunni og það átti að gerast í náttúruverndarlögum. Og það var ein af niðurstöðum okkar sem fórum í að það væri ekki bara sem sagt, hér ætlum við að virkja skoðum þetta landsvæði. Og þetta átti að gerast þar, en hefur ekki gengið sem skyldi. Og það ein af niðurstöðum okkar í þessum hóp og við reyndum og við lögum mikið á okkur að reyna að búa þetta til, reyna að ýta undir þetta aftur. Skoðum og við leggjum það til, en þetta náttúrulega alveg bílaslega stórt verkefni en þarf að gera, að skoða heildrænt all landið, Ísland og fá til okkar færasta fólk til þess að kortleggja það út frá vernd líka. Þar með erum við auðvitað búin að leysa mjög margt, sko. Þá þurfum við ekki en eins og réttilega kom fram hjá henni Þórarlund, þá auðvitað bara að vera að friða fyrir orkunýtingu en ekki einhverju öðru þegar einhver aðili kemur og vill virka á einhverjum stað. Þannig ég tek undir þetta og varðandi þessi í raun 9 mál eða ekkert 9 mál, en svona það eins og þetta hafa bara komið á borðið hjá okkur á Íslandi og stjórnvöldum vatnslot og vatnatilskipunina. Kom mörgum óvart. Það hefði svona skýr og mikil áhrif inn í þessa ferlalla að þar hefði ekki verið þessi vatnslot metin og vel og réttilega. Sko þar sem oftar steig Landsvirkjun inn af ekki sérstakri hógværð. Nei. Og svo sér maður líka að gera sína vinnu betur bara. Ég hefði hugsanlega átt að gera það, en þau stigu inn eins og þetta væri bara eitthvað sem væri hægt að bara sópa út á borðinu. Já. En þau hafa ekki bara gert það í því, eins og kom fram í erindi Þóru Ellenar,
hvernig getur það gengið að einhver rammaáætlun vinnur allt þetta starf og svo kemur bara skorinort símtal frá Landsvirkjun og hættir við friðlýsingu. Hver eiginlega ógnin sem steðjar að allir þessari vinnu? Bara fyrst örstutt hvert ekkert það og svo ætla ég bara að opna á spurningar úr sal því þar líka allt þetta fólk sem búið að vinna allir þessa vinnu sem misvel farið með. Ég held við getum verið sammála það. Já, ég byrja á þér, Guðbjörg. Ég persónulega hef velt því fyrir mér að því þetta mikil vinna og þetta bara ákveðin svona þegnskyldu vinna sem okkur skipað að gera eins og Þorri bendi á réttilega. Það ekki eins og við sem að sækjast eftir þessari vinnu heldur fáum við skipunarbréf um að sinna þessu hlutverki sem við tökum mjög alvarlega og bara leggjum okkur mikið fram að vinna eins faglega vinnu og mögulega hægt og síðan séu ákvarðanir teknar sem að taka ekkert mið af þessu. Þá veltir maður fyrir sig bara til hvers erum við að vinna alla þessa vinnu og bara fórna ýmsu til að vinna hana. Það koma spurningar eftir örskama stund. Nú ætla þau öll að svara þessu, svo kemur það ykkur. Þetta er mjög góða punktur sem þú segir, Landsvirkjun getur stoppað af og þetta sem að Guðbjörg segja og hefur komið hérna fram, það eru lagðar gríðarlega mikla rannsóknir að vinna í allar þessar rannsóknir. En ég vil auðvitað benda það að þessi vinna sem er nánast unnin þegnskyldu vinnu, hún auðvitað lítil miðað við. Mörður, það kemur að þér. Þú fær þetta smá. Ég ætla að benda það. Eins og til dæmis Landsvirkjun í tilviki Hvammsvirkjunar, það sem var töluðu vinna hérna á bak við alls konar rannsóknir, að bara orku, það fjármagn sem Landsvirkjun hefur lagt í Hvammsvirkjun án þess valla að hafa sett niður skóflu eru 7 milljarðar. Hvað ætli það færi mikið í alla verkefni, alla vinnu faghópana samanborið við það. Þannig að hlutfallið á milli náttúru og virkjunarafla svo gríðarlega mikið og aðstöðumunurinn svo svakalegur. Auðvitað þarf að leggja, hvað myndi við gera? Það myndi að leggja jafn mikla fjármuni í að rannsaka náttúru landsins og hefur farið í að rannsaka einhverja virkjunarkosti sem að vera svo kannski bara aldrei unnið. Ólafur? Já, ég bara tek undir þetta sem það að segja hér og kannski kannski stærsta ógnin svo að þetta alltaf eins og Snæbjörn segir, þetta undir, vinnan svo of mikið undir formerkjum þess að það nú þurfum við að fara að virkja og starfið alltaf svona eins og undir hælnum á þessum framkvæmdaaðilum og það litið á svona það að friða svæði eða setja það í verndarflokk. Vel að merkja, þó að svæðið komið í verndarflokk, þá ekki búið að friða það. Ég veit ekki eins og hvort það búið að friða eitt einasta svæði sem farið í verndarflokk. Ég held ekki. Og svo því sé bara til aðhaldið. En þetta alltaf undir þessum formerkjum og orðræðin einhvern veginn svo að það að svæði sé vernda. Það einhver svona óeðlilegt ástand. Það með ekki bara fara á gröfunni sinni og gera og djöflast eitthvað eða búa til bílastæði og selja aðgangaði eitthvað. Það hið eðlilega ástand gerist við það. En það að segja bara, nei, heyrðu, kannski bara höfum við ekki leyfi til að fara hérna inn eða kannski höfum við ekki leyfi til að skemma þetta svæði eða ekki eins og skemma það. Kannski höfum við ekki leyfi til að trufla einhverja ferla sem við vitum ekki eins og hverju við erum. Það þykir óeðlilegt ástand. Það óeðlilegt inngrip sem þarf eitthvað sérstaklega rökstuð. Hitt bara svona default-stilling. Þetta held ég sé kannski stóra ógnin og þessu þyrftum við að breyta. Þetta svona eins og að snúa held ég olíuskipi, ég veit ekki á hvolfi. Já, þetta bara stór spurning og ég ætla að reyna að kjarna mig hérna aðeins. Ég held að stærsta ógnin sé á þessi tím að við förum ekki aðeins upp í 20.000 fetin eða reynum ekki aðeins að sjá stóru myndina nægilega oft og þessi tíma sem ég rakti hérna 20 ár eða meira segja 19 frá því að, frá því að rammaáætlun, Kárahnjúkar fór á stað, rammaáætlun kom þar á eftir, þetta svo stutt og reynslan og
prósessin og verklagið auðvitað þarf það að slípast til og verða gott og það verður að fá að taka einhvern tíma. Og ég alveg hjartanlega sammála því sem hér kom áðan fram að 4 ár ekki langur tími þegar verða að ákveða svona stór inngrip og framkvæmdir. En þannig að við erum of æst í að henda okkur á þennan pól og svo hinn. Og við þurfum að vera aðeins með fæturnar betur á jörðinu og jarðtengt þegar bara við í samfélaginu, þegar við eigum ræðum þessi mál. Þannig að ég held að það sé ógn að það sé að vera að taka stóra ákvarðanir byggt og fram og tilbaka yfir allt of stuttan tíma þegar reynslan rétt að koma. Takk fyrir þetta og við byrjuðum 10 mínútum og seint en ég að hugsa að stoppa þennan þátt 10 mínútum og snemma til þess að það verði meiri umræður í salnum af því ég bara mjög forvitin að vita hvað finnst fólki eiginlega rammaáætlun, bæði því sem sátuð í henni og allir mögulegir aðrir. Og ég hef grun að Mörður hafi beðið Árnason orðið fyrstur og svo... Hvað var það þá? Það var skoðun. Skoðan eru leyfðar líka. Þannig að nú bara hvet ég alla til að taka þátt í umræðinu, koma með skoðun, koma með spurningar, en ekki hafa skoðanirnar mílu langar, því þá komast færri að. Mörður Árnason fyrstur. En til að setja í setjum ég reyna þess að koma mikrofónum á fyrstu. Já, ég var svo sér í árdagar rammaáætlunar komið svo það ekki í nefndinni sjálfur og í starfinu sjálfur á þinginu. Ég var framsögumaður fyrstu þingsályktunarinnar rammaáætlun og kom reyndar líka nálægt náttúruverndarlögunum og vatnatilskipuninni eða vatnsverndarlögunum. Sko, það tvennt sem ég vil segja að sinni. Í fyrsta lagi við sammála Björk það að ég líka heyrt þessar raddir frá grænu hliðinni það að rammaáætlun bara henda henni, hún sé gagnslaus, hún bara sjáu hvað verið að gera og svo framvegis. Það verður að menn að koma með eitthvað í staðinn. Ég ekki alveg tilbúin að kaupa það að náttúruverndarlögin hans vegar sem voru samþykkt á eftir sama þingi og rammaáætlun fyrsta þingsályktun og vatnatilskipunin hins vegar svari þessu. Vatnatilskipunin, Guð blessi hana og Evrópusambandið, en hún tekur ekki til, hún ekki vindmyllur, hún ekki jarðhita, þannig að við byrjum á því. Og náttúruverndarlögin, það þarf að styrkja þau auðvitað, þau voru samþykkt, það þarf að styrkja þau, en þau duga ekki einu sér. Menn verða að muna hvernig þetta var, menn verða að kunna sögu. Þetta var þannig að virkjanirnar fóru frá og með 1962 úrfell voru samþykktar á þinginu með sérstökum lögum. Það með sérstökum í raforkulögunum voru setta í virkjanir. Og þær þurftu engar sérstaklega undirbúna pólitíska til þess að fara það inn. Takk fyrir, Mörður. Þú ert orðinn langur. Nei, hún var stutt. Eftir það kom tímabil þar sem þurfti bara leyfi. Þessi þingi kom ekki nálægt í og svo kom rammaáætlun. Við erum passa okkur að byrja því að má ég svo segja... Nei, nú máttu ekki segja meir. Kottu inn aftur og eftir. Ok, ég gerði það. Gerður þarna. Já, sæl Gerður Helgi Stefánsdóttir og í Gnúpverjahreppi. Og okkur er ekki málið það og ég lýsa það í guðan að málið skilt og áhugavert. Ég held að við vitum ekki hvað átt hefur fyrir mistöfur ef við missum rammaáætlun nú. Hún þarf fyrir sér að þróast og aðlagast aðeins meira eins og ykkur og gerist með hefð. Til dæmis, ég velti að það henda upp hérna svona hugsunarboltum sem ég vil að fá að þróast með ykkur. Að það er fyrsta lagi að meðaltöl segja vorið þessu. Einhverna meðaltalið 5 í bekk segir ekki til hvað voru margir góðir. Og getur verið mjög ólíkt. Og þannig vildi ég í raun og veru að systemið myndi aðlaga sig að því sem verklag í lögum um stjórn vatnamála að það svo kallað one-out all-out. Og þá þyrfti til að tafurðin ekki að gjalda fyrir það þegar 20% af stofnunum
í Vá vegna þess að fari ákveðin áhættu þáttur yfir eitthvað gildi þá ertu ekki að taka og finna út niðurstöðuna með öllum hinum gildunum. Þannig að það þarf ekki að vera samkeppni í hversu mörgum flokkum hlutinni skipta máli. Þetta ef það einn flokkur sem bara mjög alvarlegur, þá skiptir hann meira máli. Ég vil líka aðeins tala grunnvatni. Grunnvatni hefur hugleiki og það hefur verið verulega vanmetið og það ekki rétt á melli að grunnvatnið í lögum vatnamála er bæði heitt og kalt grunnvatn sem súrorka, en vissulega vindmyllurnar ekki undir. En þetta þarf að fara saman. Grunnvatnið eins og þegar verið að virkja, það hefur aldrei verið metið hversu mikið af vatni stolið frá öðrum vistkerfum. Þegar verið að draga alla litla árna allar uppsveitirnar inn í lónið og við erum að hafa þurrkunaráhrif þar sem landrof og í loftslagsmál. Og við erum heldur ekki að meta áhrifin á votlendið, af því það alveg ljós að breyta sveiflur í ám og kannski ýktar sveiflur í ám hafa áhrif á allt votlendi. Hversu mikið vitum við þó ekki, en þetta hefur ekkert verið skoðað. Við erum svolítið gleymt grunnvatnsáhrifunum af öllum vatnsaflsvirkjunum og það þarf að koma meira inn, til dæmis eins og Þjórsá, þar sem við erum með stærstu votlendisvæði. Ok, komið. Þetta sem ég vildi sjá þróa og kannski mætti líka taka þetta inn að nú búum við í Gnúpverjahreppi við tvær splitt sprengingar í hverri viku. Takk fyrir. Þessi alvarlegu tímabundnu áhrif á samfélagi. Takk fyrir þetta. Þú ert að fara að skrifa Svanfríði Jónasdóttur verkefnisstjóra bréf hvernig þetta allt saman gert. En svo erum við að halda áfram umræðinu hvernig farið með niðurstöður rammaáætlunar sem að fólk líka bara mjög mikið að hugsa Og eru fleiri búin að biðja orðið? Það eitt þarna ekki? Og ég held því mjög mikilvægt að áttum okkur á því að stór hluti af umræðum virkjanir og þar leiðandi vinnur rammaáætlunar og ég ekki að tala niður rammaáætluna, það fólki sem starfa þar, og hefur alltaf verið innistæðulaust kjaftæði. Og þetta byrjar þannig í fyrsta áfanganum að það er að leggja mat á ekki virkjunarkosti heldur virkjunarhugmyndir. Það er að leggja mat á allskins hugmyndir af hugmyndunum sem byggðu ekki á beinum mælingum eða rannsóknum heldur ágiskaðri jarðgöld eða frekar í virkjunum á svæðum sem þegar voru fullnýtt eða jafnvel ónýtt. Og hvað verður síðan úr þessari vinnu? Það koma þarna allar þessar guðvirkjanir sem nefnir ítingarblokki í fyrsta áfanga rammaáætlunar. Og menn fóru þar og lögðu saman þessar ágísluðu tölur afl og orkugetu og ákvaðu að byggja 2 álver. Svo bara þegar reynda á, það áttuðu með þess að því að þessi guða væri ekki til. Og það var umræða hér í þjóðfélaginu árum saman að byggja álver. En forsendurnar fyrir því voru aldrei til. Það var ekki jarðgufa til að virka. Ég sá þetta bara að byggja 2 álver. Svo líðan nokkur ár og svo var það alltaf orkuskort. Hvar var þessi gufa? Hún var aldrei til. Þetta bara eins og þess að skilja þetta þá þurfum við að lesa nýjuföldin keisarans. Og þið sjáum að þetta er skaðlegt að þjóðfélagsumræðan snúist dellu til þess að reyna að redda málum fyrir hótt þegar stjórnmálamenn voru búin að fjárfesta í innistæðinni sem hugmynd, þá það að redda í kísilverð. Þau þurfa svo lítið rafmagn með álver. Þau eru bæði að lasta hliðina. Þetta er óbúslega skaðlegt og við erum raun og á sama fasa í dag að ræða þarna 30-40 vindorkusveit. Það er engin tæknileg eða markaðsleg forsenda fyrir þessu. En þjóðfélagsumræðan og vinna rammaáætlunar á fullu að kljást við eitthvað sem í raun og veru meira og minna, ekki alveg, innistæðulaust kjaftæði. Þetta eru mjög fín loka orð hjá þér núna í bili. Ég sé að Skúli búinn að biðja orðið líka. Það
jartengja þessa raforkuumræðu, Orkustofnun þetta að gera það. Það þarf að fara fram fyrir einhvers konar raunhæfnismat. Áður en raun og voru sökka sér alla þessa vinnu og þessa umræðu. Áður en kemur til rammaáætlunar. Ragnhildur, þú ert með á hreinu hverjir en ég veit að Skúli var búinn að biðja orðið. Ég ekki með neitt á hreinu, ég bara hérna með mikrofónir, þannig að þetta sigur allir mér á. Skúli var búinn að biðja orðið. Þannig vondur rammaáætlun byggð á rugli og draumórum. Já, ég ætla að taka veit svona þann frá, en það kannski óbeint, en að ég mér alltaf að lýsa mikið ánægja með umræðina hérna, sem við komum ekki síst umræðina í planinu. Það ákveðin ástæða fyrir því að ég svona ánægja. Og ég ætla að nefna þessar 3 þætti sem komur fram. Það það að vinnan í rammaáætlun, hún svo viðtæk að hún gefur tilefni þess sem Björn hafði áherslu á hérna oft fyrst og sinnum að á Íslandi þarf að gera heildrænt verðmætamat á svæði. Fyrir rammaáætlun, fyrir ferðaþjónustuna, fyrir alltaf þessar áræðum kostnir sem ég maður nefna. Það að segja, við þurfum að fá til þess þarf rannsóknir og þekkingu og samantekt og upplýsingu. Og þá kemur alltaf þessi ófullkomleika, þetta er ekki hægt, það er svo dýrt. Eins og Snæbjörn bent á þetta gríðarlega ójafnvægi sem við upplifðum til dæmis í 3. áfanga. Öll vinnan í faghópum 3. áfanga fekk 80 milljónir á ári, 30 sérfræðingar. Á sama tíma var Landsvirkjun að vinna umhverfismat á Stóralaxá sem var aldrei virkjuð með 150 milljónir. Einungis á fiskóm. Skrokköldu uppbyggingi voru þar kostaði 1 milljóð. Það var benda það. 3. atriðið er lýðræðið. Lýðræðislega nálgun sem að Guðbjörg og Ólafur kannski lögðu mest áslá hérna í sínum ári. Þetta voru þau 3 atriði sem við í faghópi 1 eftir 3. áfanga ræddum ítarlega eftir. Þegar við fórum út Kaupmannahafnarparkinn og út heim á ráðstefnu en kynna rammaáætlun og ræðana, þá var þetta atrið sem við lögðum áherslu á. Þess vegna er ég afskaplega ánægður að heyra þetta. Og til að gera greinuna líka á lagalegu umhverfi sem er gríðarlega mikilvægt að þetta taka ákvörðunartöku, þá megum ekki gleyma því að aðferðafræði rammaáætlunar, ég hef ekki nefnt hana hér beint, en þegar við tölum heildstætt verðmætamat á náttúru landsins, þá er aðferðafræðin sem rammaáætlunar til ómeðtöku, en hana þarf að sjálfsögða endurskoða og vinna með. En ekki á þann hátt að það verði ekki samfellt í vinnu. Ég vona áttu ykkur á hvað ég er að fara. En þetta er svona skilaboð sem ég held að góð stjórnvöld í framtíðinni geti nýtt sér. Hérna fór fram þessu og ég kannski bara varpa spurningu til planins sem hvaða líkur tellir þið á að þetta takist að gera heildrænt verðmætamat á Íslands. Ég verður einhvern tímann stjórnmálaflokkur eða ríkisstjórn á Íslandi sem þessi þetta í hug. Það er hægt að fjármagna þetta. Þegar það er fyrst að milljarði alls konar hluti, sko. Það er verið aðeins í dag. Já. Mér finnst að þið eigið öll að svara þessari spurningu og því hvað er hægt að gera til þess að rammaáætlun sé ekki að meta eitthvað draumórakennt rugl sem aldrei verður. Má ég byrja á þeirri spurningu? Nú mátt þú byrja. Ég er með eina varandi það. Það sem mér hefur alltaf fundist alltaf svona undarlegt við þetta kerfi er einmitt þetta sem hann var að benda á hérna, að það eru, eins og ég skil þetta, þá er það fyrirtæki sem fá hugmynd virkjun og þessi hugmynd er send til Orkustofnunar og svo þaðan til rammaáætlunar og svo fer öll þessi svakalega mikla vinna fram og síðan þegar það er búið að flokka að þá kemur umhverfismatið og samtali við sveitafélagið og það allt saman, veist. Og eins og var bent á hérna áður að stundum vita sveitafélagið einu svona af hugmyndinni og þarna komum við að þessum ótrúlega erfiða hlut, sko, þegar fólk upplifir það að tilveru þeirra er beinlínis ógnað af einhverju hugmynd einhverja fyrirtækja og þau hafa aldrei aðkomu að þessu fyrir en svona rosalega seint. Þannig að ég segi fyrir mér kerfi sem að væri þannig að fyrst færi fram eitthvað samtal, mjög víðtækt og djúpt samtal, byggt á rannsóknunum og byggt á alls konar samráði sem væri djúpt og tekinn tími í, ekki bara svona eitthvað skiliðin athugasemdum endilega að þið hefur tíma til að lesa yfir 100 blaðsíðna skýrsla. Og þú veist, að það væri bara einhverju svona skipulagsstígi, sveitarstjórnarstígi, þú veist, eitthvað samtal þar sem að fólki í landinu, þú veist, hugsar út í
ok, hvaða framtíð hendar þessu landi og okkur, þú veist, og þessu samspili lands og fólks, þú veist, hvað er eðlilegast að, einhvern veginn, saga þessa svæðis, hvernig er eðlilegast að hún haldi áfram, hvað hendar þessu svæði? Og ef að það væri niðurstaðan að það hendar þessu svæði einstaklega vel að hér verði virkjað, þá væri bara boðið út, gjöru svo vel, fyrirtæki, hver vill fá að virka hér? Og ég veit að svoleiðis virkar þetta í sumum löndum, að þú veist, að það eru ákveðið fyrst tekið bara hvaða svæði væri gott að virka, gert svona heilstætt einmitt bara mat, og svo bara koma fyrirtækin að síðasta stiginu en ekki fyrsta. En ég bara trúi því og vona að við fáum stjórnvöld og séum vonandi kannski bara með stjórnvöld sem vilja leggja peninga í að styrkja þessar grunnstoðir sem við þurfum að halda, sem eru rannsóknirnar. Snæbjörn. Já, einmitt. Og hvernig við komum í veg fyrir að fara að stað að vinna við eitthvað drugl. Það er því sem mjög góð spurning. Við gerum þetta með því að horfa á markmiðasetningu laga, eins og Þorri fór inn að vel yfir, þar sem var horft á landslag, víðerni. Það er verið á að kortleggja víðerni og það er eitthvað svona búið á mjaltlistkerfinu. Það er verið að kortleggja svæði sem njóta sérstaklega verndar, sem er votlendi og vegna þess að mörður benti á að vatnatilskipið taki nú illa á vindmyllum. Það var þannig ekki alveg rétt því að þær hafa áhrif á grunnvatn, þær hafa áhrif á stöðuvatn og yfirborðsvatn. Og vissulega er það einmitt með gufuaflsvirkjanir. Þær hafa áhrif á grunnvatn og ef það hefði verið horft til vatnatilskipunar þá hefði við hugmynd Bjarnarflagsvirkjun aldrei nokkurn tímann bara komið til tals því hún opnar Mývatni. Og allir því við komum við kerfi og það er reyndar einmitt eins og Björn segir það hefur verið að koma hugmyndir nýja nálgunar rammaáætlun og hafa allir sein sem hefur verið bent á samræmist lögum sem er að það má ekki setja þessar virkjanahugmyndir eða virkjanakosti í nýtingaflokk. Og það kom breytingar til að út úr skýrslunni frá Björn og þeim og inn í frumvarp má ekki setja virkjanakosti í nýtingaflokk sem er ólíklegt að standist vatnatilskipunina. Og það er bara samkvæmt dómafordæmum og erlendis og Hafró hefur gert þessi athugasemd, sagði það væri glórulaust, mann ekki hvernig orða það. Þau sögðu það væri mjög ólíklegt að Holtavirkjun til þess og Urriðafossvirkjun kæmist í gegnum mat við breytingar vegna vatnatilskipunar. Þess vegna ættu þær ekki að fara í nýtingaflokk. Nú eru þær einhvern veginn á leiðinni í nýtingaflokk vegna þess að enginn hefur kannski bara horft á lagaumgjörðina í kringum rammaáætlun, í kringum vatnatilskipuna, í kringum náttúruverndarlögin sem að hafa skýr markmiðssetningu sem að einmitt venda og bann með því að horfa á náttúruverndarlögin þá er þetta að sjá strax bara hvar eru víðerni, hvar eru viðkvæm votlendissvæði, hvar er ósnortið svæði og jarðminjar og lífríki og þá bara sleppum við því hvað er eftir. Rammaáætlun, hún er einhvern veginn nálgast þetta og kolraukar átt. Kannski er þetta að breyta henni. Ég er bara að benda á, það sem ég sagði áðan, að laga umhverfið og réttarfarslega áhrif þeirra ákvörðunar úrskurðarnefndar að fella virkjunarleyfi fyrir Hvammsvirkjun úr gildi. Og eins og ég sagði, Hvammsvirkjun hún kostar 84 milljarða. Það búið að eyða 7 milljörðum í hana nú þegar. Og þetta eru peningar sem hefði verið hægt að gera eitthvað miklu sniðugra við. Ef menn hefði hugsað lagaumgjörðina áður en maður var stað. Þannig að, já, ég held að raunveruleiki sem við þurfum bara að horfa upp á er að það getur vel verið að fólk vilji halda í rammaáætlun. En það er ekki víst að það verði hægt. Ok, Ólafur. Já, ég langar aðeins að taka upp hanskan fyrir innihaldslaust bull. Og halda áfram. Já, ég nú ætla ég að bara bulla smáni. Vona að verði bara ekki innihaldslaust. Við erum bara í þeirri aðstöðu. Við okkur skortir grunnupplýsingar, til dæmis jarðvarma. Og við erum líka í þeirri aðstöðu að alls konar framkvæmda aðilar, jafnvel sveitarfélög, hafa gríðarlegan áhuga á að fara í virkjanir, byggja verksmiðjur og fara í einhver svona stórkallarlega
framkvæmdir. Og það, sko, sama tíma skortur okkur þessar grunn upplýsingar. Þannig að þess vegna náttúrulega, sko, þvílík himnasending að hafa þó rammaáætlun sem farvegur, þar sem að það þarf að fara fram einhvers konar mat, jafnvel þó að þessi verða að meta einhverja kosti sem að, þú veist, jarðfræðingar jafnvel vita eru bara innistæðulausir, sko, ef við hefðum ekki þó þennan farveg, þá held ég að við hefðum, sko, fleiri en allavega eina beinagreind af álveri einhver staðar og aðra af kísilmálverksmiðju og einhver svona, þú veist, ef við erum hugsa þetta sko, samfélagsumræðum, þá fer alls konar bull af stað í samfélagsumræðin, ekki bara í umhverfismálum, það bara í alls konar efnahagsmálum og velferðarmálum og góðum mentamálunum og allt svona. Og þess vegna bara mjög mikilvægt að við höfum einhverja farvegi þar sem að, sko, sem bullið þarf að fara inn í, þar sem að kemur síðan einhvers konar faglegt mat. Og það getur vel verið að svo eftir á hyggja þá sjáum við að við erum búin að eyða einhverjum milljónum, langt frá því að eyða einhverjum milljónum, í að tala eitthvað sem á endanum var aldrei kannski möguleiki. En það samt miklu betra að eyða milljónunum í að tala eitthvað sem var aldrei möguleiki og komast svo að þeirri niðurstöðu, heldur en að eyða einhverjum milljörðum í að byrja á einhverju, valda stórkostlegum spjöllum, búa til einhverja væntingar sem svo gjörsamlega hrynja. Þannig að ég held að, sko, við megum ekki vanmeta það að hafa hlutlæga eða svona einhvers konar faglega farvegi fyrir allt bullið, því það svo margt sem okkur dettur í hug og sem því miður bara bulla, því við erum bara svo takmörku. Takk fyrir, Björn. Já, þetta var skemmtilegt. Ég ætla aðeins að bara taka upp þráðinn frá henni Guggu sko, þú veist, mögulega lausnin bara, þetta svo bara kastað fram í bulli kannski, þú veist, kom fram með hugmynd friðun. Við langar að friða hér, vil ég rannsaka það. Og þú veist, ég segi svona, þú veist, það bara, þetta gert á hinum endunum. En það samt alveg, þetta alveg byrjað, fólk búið að velta þessu fyrir sér, þannig að ég hveti ykkur til þess að missa ekki allan móð með það, að búið að kortleggja heil mikið, það búið að reyna að skoða fyrir ráðherjar, hafa skoðað, sem á eftir mér kom til dæmis, rauð, gul og græn svæði, þú veist, en þetta allt saman til, það hægt svona að beina sjónum á rétta staði, dálítið, og það bara flott. En varðandi það hvort að þetta sé allt vonlaust og hvort að það sé einhver komin sem hvort það sé einhver svona stjórnmálulegt rými í það að einhverjum, já, hvort að fólki finnist bara það græði eitthvað á því að halda með náttúrunni, að þá ég bara vola svartsýn á það, verð ég að segja, út því að ég sé engan gera það. Ég sé bara ekki nokkurn mann gera það. Og ég held, út því að núna ég bara óbreyttur borgari, ég komin í þó ég hafi verið að tala svona og verið að bræða það með mér, hvernig einhvern veginn loftslagsmál og áherslu á það og versus nýtingu á náttúru, sé ekkert endilega að tala saman alltaf á Íslandi og sé gott, sko, að þá ég sjálf að vinna í loftslagsgeira með mitt fyrirtæki í mannvirkjageira sem þarf að draga úr losun og við þurfum öll að draga úr losun og þetta bara mjög mikilvægt og allt það. Mér finnst mjög lítið verið að tala að vernda náttúru. Og þá eigum við kannski að fara í reyna að finna okkur bara aðra bandamenn, sko. Þú veist, það iðnaður, atvinnugreinar. Við erum með ferðaþjónustu sem leggur allt sitt undir að selja og ætti að gera það áfram. Óbyggðvíðerni eða allir þessi náttúru undir okkar. Og þú veist, ég held bara maður að reyna þið í landvernd og náttúru unnendur að reyna að finna sér þá einhverja bandamenn sem til þess að hjálpast að. Þetta einn. Já, þetta fínn punktur og það eru ennþá 4 á mælendaskrá og bara 10 mínútur eftir. Þangað til við förum að huga skilaboðum fundarins út í kosmosið. En þessi 4 tala bara hratt og örugglega. Núna. Við reynum að hafa ekki meir en 2 mínútur á hvern. Væri það möguleiki? Tala rosa hratt bara. Já.
Spurningin þá, hvað náttúruverndarsamtök að gera? Eftir 20 ár, 25 ár, að það er ekki mark á Íslandsbanna að benda fyrir fjóstar. Eða gera það. Þannig að það er pólitíska svar. Hvað getum við gert? Þannig að ef við bara fara umræðum það, frekar. Taktu alla 4 og svo svör í lokin. Þessi spurning er erfið. Nei, mjög góð spurning. Þetta er spurning sem að ég held að við hljótum öll að velta fyrir okkur ef að framáætlun í lok og það er ekki tekið neitt mark á vinnu frá, ég tók saman fjöldan sem hefur setið í faghópi frá upphafi og það eru 160 á þeim lista, kannski 130 einstaklingar sem hafa unnið í 25 ár við lagt sig alltaf fram við það að koma með upplýsingar, haldbærar upplýsingar til stjórnvalda til þess að undirbyggja ákvarðanatöku. Og ég er mjög samanlega snæpirni í því að við þessi málamiðlanir sem þið hefur að tala það er kannski á pólitíska sviði. Verkefnisstjórnin einhver leið að taka pólitískar ákvarðanir og það er hennar og það þann kannleik að raða eða setja þessa línu þar sem að greiðir á milli fex og ófex hvað fyrir í vendaflokk, hvað fyrir nýtingaflokk, hvað fyrir viðflokk sem er svona ásamstæður og alls konar hugmyndir sem verða þar inn. Síðan verður ég að segja að þetta með vatnatilskipun að benda á hana sem einhvern heilan graðlega í þessu máli að við erum eftir að sjá hverju við niðurstaða í þessu dómsmáli sem vissulega er mjög áhugaverð. En að halda einhverju Evróputilskipun að hún geti leyst þennan vanda, það finnst mér vera mjög best fyrir þau. En það sem ég vildi aðalega nefna kannski var þetta sem að Guðbjörg nefndi var með heilsanina og við höfum séð það og við tekum undir það að þessi sundur greining sem að er ákveðin grundvörður aðferðarfræði í rammaáætlunar, hún kemur til að því að við þurfum að horfa mjög djúpt ofan í einstök atriði, einstök náttúruverðmæti sem eru tilgreindir í náttúruverndarlög sem við vitum sem sérfræðingar skipta máli. En það sem að mér varst ekki margt sem þér hugga er það að það er síðan í þessu ferli sem að vinna faghópsins það kemur heilsaninn aftur. Af því það eru við sem sérfræðingar á einstökum sviðum sem eru búin að fara í djúpgreiningu á þessum verðmætum, einstökum verðmætum sem við berum mest ábyrgð á. Við komum okkur saman heildan niðurstöðu. Ég var reyndar að tala heilstætt á milli allra faghópanna. Já, ok. Já. 2 enn eftir á mælendaskrá og mjög fáa mínútur. Já, komið sér einhvern svona kallaði mér, það er svona þetta sem er náttúruverndaráætlun, rammaáætlun, náttúruverndarfélag og náttúruverndarsamtaka, frjálsa félagasamtaka. Það bráðvantar hana sem er í rammaáætlun, sérfræðingar fyrir stjórnvöld hvað bleið. Má meira punktur með? Já, takk. Rammaáætlun það ferli þannig til áhrifin við samfélg þýngsálöfnum sem sé fyrsta lagi sérfræðingar og í öðru lagi stjórnmálamanna. Og við þurfum ekki að halda stjórnmálamann séu endilega eða vonda í þessu. Í dósum við búum við líðaði stíla dósum stjórnmálamann. Það eru vondið þá sem áhrif hennarstuði, það er það þannig. En það sem sé gengur rammaáætlun út af að ef við vilja hafa framkvæmdunarleysi þá getum við ræða það. En það skiptir mjög miklu máli í þessu ferli að stjórnmálamennirnir gerir sitt og sérfræðingarnir sitt. Og þess vegna skiptir biðflokkurinn sá flokkur sem að skiptir kannski mestu máli. Og það sem ég finnst að hafa gerst alvarlegast síðustu árin, skulum við segja, í þessu rammaáætlunardæmi, það er það þegar orkumálaráðherra sem er sami og er umhverfisráðherra
Veguri segir frá því að hann hyggist á næsta þingi, á því þingi sem hafið leggja til að kostur sem sérfræðingarnir settur í viðflokk verður settur í orðnýtingarflokk. Og þetta held ég fór ekki að fara með það í því skoðu, þetta fyrsta sinn sem þetta gerist. Áður og Stefán Gíslason tók undir þetta í áliti til samráðsskapar í og samráðsskapar þetta garðskap sem ræðir. Þetta aldrei að slá. Hlutirnir hafa verið settir í biðflokk og það rökstuð sem sé af sérfræðingunum og þeir hafa aldrei tekið útteknir úr biðflokki áður og settir í nýtingarflokk eða settir í verndarflokk. Og ég þess að ef þetta framtíð rammaáætlunar að stjórnmálamaðurinn, annað ráðherra eða þingið geti gert þetta, þá sé rammaáætlun búin. Takk fyrir. Ég held að grundvallar hugmyndir rammaáætlunar sem forgangsröðun virkjunarkosta á vísindalegum grundvelli sé svo rökrétt hugmynd. Hún ætti að vera sjálfsögð og ég held því væru flestir sammála ef fólk einfaldlega gerði sér grein fyrir því og fólk annar gerði sér grein fyrir því hvað einu sinni í henni felst sem ég held fæstir raunverulega að gera. Fæst fólk í landinu viti raunverulega hvað rammaáætlunin þýðir. Hann er áskipt eitthvað áhuga. En við erum líka að spyrja og leiði því kannski að vera mín lokaorð í dag að hvert sé pólitíkurnar sem oft var erfitt með að hugsa í lengur frá tímanhaldurinn 4 ár til þess að taka ákvarðanir sem að byrja ekki að hafa áhrif og hafa áhrif áratugi og árhundra tíma. Pólitíkin setur ekki stýrivexti, pólitíkin ákveður ekki fiskveiðikvótann, en pólitíkin hins vegar ætlar að ákveða hvaða landsvæði séu gjörreitt til árhundra. Takk fyrir og þetta eru nú stóra spurningar í lokin og við byrjum á Björt og endum á Guðbjörgu og það er í sjálfu sér bara eftir hálf mínútu en þið fáum allan mínútu hvert. Stelum því bara einhvers staðar að. Þetta er svo stóra spurningar og ég er að tala svo mikið að ég bara leyfa mér að segja það sem að mér flaug í hug með þegar eftir að Mörður talaði. Mögulega er fólk líka bara að taka vondar ákvarðanir í kringum rammaáætlun á þingi til þess að eyðileggja. Það er punktur. Já, sko. Fyrir bara eins og rammaáætlun, það sem er safnagögnum og það er reynt að vinna svona eitthvað faglegt mat. Það getur aldrei komið í veg fyrir það að það séu teknar vondar ákvarðanir því að vond stjórnmál, þau skammsýnir stjórnmálamenn, þeir hafa tilhneigingu til að taka heimskulegar ákvarðanir. En sko, það nú ekki vera að klappa fyrir því. En sko, það sem skiptir samt máli í lýðræðinu, jafnvel þegar að vondar ákvarðanir hafa verið teknar, sko, það skiptir samt máli að það sé einhvers staðar, hvað ég segja, það sé einhver rök í málinu sem að þarf þá jafnvel að fara gegn og við sjáum til dæmis þá eins og með, við þetta bara frábært dæmi eins og með héraðsvötni, sko, þar sem að það kemur niðurstaða og ráðherra greinlega og það eru áhrifafólk sem vill fara gegn niðurstöðu og vill það vefengja niðurstöðun og eitthvað svona. En ef það hefði ekki verið komin þessi niðurstaða, að þá hefði verið auðvelt að taka ákvörðun. En hún var komin og til þess einhvern veginn að geta réttlætt niðurstöðuna þá þurfti að vefengja hana. Og það einfaldlega tókst ekki. En hins vegar, og ég sammála Snæbjörni hvað það var þar að sko rammaáætlun, hún er ekki ein, sko, það eru líka fyrirbæri eins og vatnatilskipunin. Og þar eru náttúrulega bara af eða á sko skilin. Og þessum hefði náttúrulega eins og Hvammsvirkjun aldrei átt að fara lengra og þetta er náttúrulega alveg undarlegt fyrirbæri að það er búið að
fella gildi hérna framkvæmdaleyfi, að það skuli áfram halda. Og það þetta undarleg staða sem Þjórsárver í. Heitir það ekki bara yfirgangur? Sko, það heitir bara, við getum bara að segja að þetta heitir ofbeldi. Já, já! Málið náttúrulega í svona lýðræðisríki, þá reynum við, það þarf að beita alls konar valdbeitingu, af því við erum ekki sammála. En við reynum þá að láta valdbeitinguna lúta reglum réttaríkisins. Það er bara grundvallaratriði í lýðræði. Ef við höfum ekki réttaríkið, þá höfum við ekki lýðræði, saman hvað við getum kosið mikið. Og þarna er bara verið að reyna að fara fram hjá grundvallaratriðum lýðræðisleg samfélags. Og þannig að auðvitað, sko, og rammaáætlun bara einn partur af þessu lýðræðislega samfélagi, þessu hornsteini lýðræðislega samfélag sem er réttaríki. Takk fyrir. Sko, sammála þessu, en það sem ég kannski, ég veist mjög áhugavert sem Einar sagði, með rammafriðunaráætlun. Náttúruverndarsamtaka er kannski bara almennings eða okkar allra. Og vandamáli er að þessi áætlun er einhvern veginn, hún er til inn í kerfinu, sko. Hún heitir skráningu á náttúruminjaskrá. Það er Náttúrufræðistofnun, hún lagði fram vel yfir 100 tillögur svæði, fyrirbrigði sem þetta skrá á náttúruminjaskrá. Og úr þeim voru valin, innan við 10 svæði, bara 5 eða 6 eða 5 var þeir, sem á að skrá núna á náttúruminjaskrá. Þannig að sko, þetta lýðræðislega ferli sem er þó innbyggt í stofnanir, Náttúrufræðistofnun vinnur, sko, þetta er engin smávinna sem er hann bakvið, að skrá þessar náttúruminjar sem að þeirra faglega mati ber að vernda. Og það eru sérfræðingar sem eiga þetta er fólk sem er kollegar þeirra sem eru í verkefnastjórn og í hópunum, faghópunum. Og þingið tekur ekkert mark á þessu. Þannig að sko, lýðræðið einhvern veginn, við þurfum að styrkja til með stofnanir sem að starfa á þessu sviði, sem náttúruverndarstofnun og fleiri. Já, takk. Síðasta orðið. Já, takk fyrir það. Ég vil taka undir það sem þú sagði með kvótann og stýrivextina, sko, og hvað svona það gildir annað þetta en það, að faglega matið eigi að hafa mestur áhrifin á hver loka ákvörðunin verður, þú veist, af því að það virðist einhvern veginn vera vandamáli að, þú veist, það er þetta faglega mat fer fram og svo, þú veist, vona ég nú að verkefnisstjórn sé líka bara í faglega matinu og sé ekki láta pólitíkina hafa áhrif á sig, en maður veit ekki, og svo fer þetta til pólitíkurinnar og þá fer allt að riðlast, sko. Og ég velti fyrir mér, sko, hvort að ekki bara einmitt að nota sömu reglur og erum með kvótann og stýrivextina, eða ef við viljum, þú veist, halda áfram með þetta, sko, að fara frá rammaáætlunarmatinu og yfir í pólitíkina, þá ætti það kannski að vera pólitík þar sem að almenningur fær að eiga samtal, bara djúpt og greinagott samtal, og þar sem að fólki finnst að þeirra raddir fá að heyrast og fá að setja sig inn í mat rammaáætlunar og svona bara eiga djúpt og gott samtal til þess að taka þessa endanlegu pólitísku ákvörðun, sko, því að þingið við ekki vera að handla þetta mjög vel. Og loka orðin hjá þér. Já, en þetta er ekki loka orð fundarins samt sem áður, vegna þess að ég mig langar til að þakka öllum sem stóðu að þessu með okkur, og það er náttúrulega ástæða til að þakka rammaáætlun fyrir alla þessa miklu vinnu. Og svo er spurningin framhaldið, og spurningin er líka hvort að það er hægt að senda út einhver skilaboð frá þessum fundi, hverjir gera það og hvort það verður gert. Og við vorum nú mörg náttúruverndarsamtök sem stöndum að þessu saman, það er ekki bara Landvernd. Það er líka, eins og þið sáuð, Ungir og Aldnir og Náttúruverndarsamtök Íslands, og svo vinir Þjórsárvera og líka náttúruverndarsamtökin á Norður- og Austurlandi sem eru með okkur í streymi. Og mín niðurstaða er svo að það þurfa að tala meira rammaáætlun og það þurfa að hugsa meira hann og fólk þurfa að þekkja þetta betur, og þá er nú gott að vita til þess að þetta var allt tekið upp.